ekki láta það trufla ykkur, sem sagt, ef að þið eru annaðhvort að leiðrétta mig eða að spyrja að einhverju. Þannig að við erum hérna núna í 7. kafla og hérna í dæmi 3b þá á að raða í röð þessum atómum áli og kísil og Tl sem að tellúr. Og hérna erum við með að þessi efni þessi tafla. Að hérna erum við með ál og kísil, það sem sagt í sömu lotu. Og svo hérna, ég var það ekki, Tl. Það ekki tellúr heldur talíum. Það Tl hérna, gerir svona fyrir L. Þannig að það hérna þá fyrir neðan ál. Sem í sama flokki en talsvert neðar. Og við erum með þessa hérna, sem sagt þumalputtareglu að atóm þau stækka í rauninni í þessa átt og niður. Það sem aðalskýringin á þessu hérna virk kjarnahleðsla, aðalskýringin á þessu í rauninni sem sagt meginskattatala eða fjarlægð frá kjarna. Þannig að hérna getum við sagt að ef við erum bara að taka þetta beint, þá það að kísill minna heldur en ál, af því hann þá lengra hérna til hægri, sem aftur minna heldur en þetta talín, sem hérna neðst. Og síðan það sem skiptir hvað mestu máli hjá ykkur í ykkar prófi, að þetta svona heimapróf. Það skiptir alltaf miklu máli að rökstyðja, en alveg sérstaklega miklu þegar þið eruð með eruð ekki á staðnum. Og þannig að hérna erum við með að þetta innan sömu lotu, að virk kjarnahleðsla vex til hægri og kjarni togar sem sagt fastar í ystu rafeindir, sem sagt gildisrafeindir, eða þær rafeindir sem eru yst. Þannig að þá það bara þannig að til fleiri róteindir sem í kjarnanum, við erum alltaf með jafn margar skermandi rafeindir, þegar við tala ál og kísil, þá eru innri rafeindir eða skermandi rafeindir 10, en hins vegar erum við með 14 róteindir í kjarna hér á móti 13. Þannig að það eru fleiri róteindir í kjarna sem að draga þá virkt í rafeindirnar og þá minnkar atómið eftir sem við toga fastar. Ystu rafeindir, þetta eru sem sagt auknir aðdráttarkraftar. Og síðan þessu milli fyrir ál og talín, að þarna erum við að fara niður flokk. Og hérna það einfaldlega að gildisrafeindir eru lengra frá kjarnanum, af því að meginskattatala að aukast og rafeindirnar eru á svigrúmum sem eru fjær kjarna. Þannig getur sagt þess að aðalskattatala en vex niður flokk og gildisrafeindir, að þið erum að tala gildisrafeindir sem eru rauninni þá þessar ystu rafeindir, ef við erum ekki með jónir, þá eru bara ystu rafeindir það sama, að það vaxa niður flokk og gildisrafeindir eru að staðaldri. Fjær kjarna
betra að hafa þetta svona. Fjærkjarna, þannig að þarna erum við sem sagt með minnkandi aðdráttarkrafta. Minni aðdráttarkraftur. Og hérna er ágætt líka að venja sig á að segja hérna minnst og stærst. Þannig að það fari ekkert á milli mála að röðin að þið að setja þetta þannig upp þetta sé stækkið þessa átt. Því maður hérna getur snúið verkinu við. Og svo kemur hérna spurning 4, þar sem á að raða eftir vaxandi jónunarorku E1. Og bara til upprifjunar, þá hérna jónunarorka, það ef við erum með eitthvað atóm eins og til dæmis klór, og þetta alltaf á gasformi, og það tekið af klór ein rafeind, þannig að verður Cl, gas, og það kemur þá plúsleiðsla plús ein rafeind. Þetta myndi vera þá orka sem kostar að taka þessa rafeind af klór þessi E1. Og sem gefur að skilja hérna atóm gefa misauðveldlega frá sér rafeindir og að jónunarorka hún vex til hægri af því að kjarnahleðslan að aukast. Og þarna voru ég ætla bara að minna á að við vorum þarna með undantekningar, berylíum og bór og síðan nitur og súrefni upp á svona hálffyllt og hérna rafeindatvennt. En það ekki verið að spyrja það hér. Heldur spurningin, þetta var 4. Raða sem sagt eftir vaxandi E1 og hérna eru natríum, kolefni, magnesíum og kalíum og ál. Þannig að hérna erum við með natríum, magnesíum og kalíum. Við erum sem sagt með þessi hérna 3 atóm og ég var sem sagt búin að segja sem sagt að E1 vex í þessa hérna átt og í rauninni sem sagt hérna vex hún upp líka. Og ég alveg að gera þetta rétt ef ekki, jú. Þannig að hérna í þessu tilfelli erum við þá með allan efnin sem eru með lægstu jónunarorkuna. Þetta eru náttúrulega málmvarka efni sem gefa frá sér rafeindir frekar en að taka til sig. Og svo erum við hérna með ál sem í sömu rot á natríum og magnesíum og kolefni hér. Þannig að röðin hérna þá að þetta væri minnst, síðan natríum, síðan magnesíum, síðan ál og sem sagt kolefni væri með hæstu jónunarorkuna. Þannig að það hérna kalíum, síðan kemur hérna natríum, magnesíum, ál og kolefni. Og hérna við getum sagt að skýringin á því að segja hérna að þetta sé minnst og þetta hérna sé hæsta gildið, að skýringin á því að þetta hérna sem inn af sömu lotu, natríum, magnesíum, ál, að það í rauninni bara þessi hérna sama skýring. Að
Virka kjarnahleðsla vex til hægri og kjarninn togar fastar í ystu rafeindir. Þannig að það eru auknir aðdráttarkraftar, þannig að þetta að gera það sama, það heldur alltaf fastar í rafeindirnar. Það er bæði því áhrif að atómin minnka og að það er alltaf haldið fastar í hverja rafeind, þannig að það er auðveldara, erfiðara að taka það af efninu. Það getur sagt að þetta hérna sé vegna þessara hérna og síðan af hverju kalíum er með minni jónaorku, jónunarorku heldur en natrium, hérna fer það niður flokk, að það myndi þá vera þessi hérna skýring, að aðalskattatala vex niður flokk og gildisrafeindir eru staðaldri fjær kjarna, það eru minni aðdráttarkraftar. Þannig að hérna þessar skýringar, aðalskattatala niður flokk, kjarnahleðsla hérna eftir lotu, að það er sem sagt svona helstu skýringarnar á hérna öllum þessum hérna vaxandi og minnkandi þáttum. Hérna Ragnheiður. Það við þá hérna. Ragnheiður. Já. Hérna, þú sagðir að einhvern tímann að það væri tvær undantekningar frá þess að það væri, þú veist, að jónunarorka hækkaði frá vinstri til hægri og þarna B og BE á milli þar og lotum niður. Já. Ekki AL með minni jónunarorku en MG? Jú, það myndi vera sem sagt bór og berylíum og sama myndi gilda ál og magnesíum. Og sama með hérna, að við vorum líka með undantekningar hérna, sem sagt nitur og súrefni og fosfór og brennisteinn. Við myndum nú ekki fara neðar en það og þetta hafði allt með það að gera hérna að hérna erum við með fyllt S-svigrúm, hérna erum við með eina rafeind á P. Og það er auðveldara að taka þessa einu rafeind í burtu heldur en fyrir berylíum. Þannig að á röðum þá að vera K, N, A, AL, MG, C eða á hún að vera svona? Þú segir nokkuð. Þetta var alveg hárrétt hjá þér og takk fyrir. Ég er alveg mjög glöð með þessa undantekningu en svo var ég ekkert að velta þessu fyrir mér. Þannig að ál er náttúrulega með minni heldur en hérna magnesíum. Takk fyrir. Eins og segir, maður er alveg með undantekningarnar á hreinu en síðan þegar maður komin inn í einhverja svona dæmi þá er maður allt í einu ekkert lengur að hugsa það. Þannig að þá verðum við að taka það sérstaklega fyrir hérna að útskýra af hverju ál og magnesíum er hérna, af hverju magnesíum er þá með hærri. Það var ágætt að þú nefndir þetta. Að þá erum við hérna með magnesíum og þar erum við með, segjum magnesíum er hérna 3S og síðan kemur 3P hérna, þannig að við erum hérna í þriðja. 3S, 3P og síðan vorum við með ál, 3S og 3P. Þannig að hérna erum við með magnesíum, sem sagt 2 rafeindir og ál 3 rafeindir. Og það er rétt að það er auðveldara að taka þessa hérna rafeind af heldur en þessa. Segjum hérna að E1 er lægri hjá ál, þar sem hérna auðveldara er að taka eina rafeind, eða segjum hérna staka rafeind, þetta er þá eina rafeindin sem er hérna af P-svigrúmi. En í rauninni þá rafeind af þessara pöruðu rafeind, eða við getum sagt að þetta hérna sé auðvitað bara fyllt S-svigrúm. S
svigrúm. En sem sagt paraða rafeind þannig að þá er það þessi hérna röð og takk kærlega fyrir. Ég var ekkert að hugsa þetta. Væri nær að ég finn aldrei úrlausnirnar mínar þannig að ég alltaf að reikna þetta bara beint af blaði. Þannig að þarna kom þá þessi undantekning inn líka. Þannig að þá erum við með þessar skýringar fyrir þessari hérna röð. Annars vegar það sem sagt niðurflokk sem var þá þessi hérna skýring sem var þá af hverju er kalíum lægra heldur en natríum að það var þessi skýring og síðan það þá hreinlega kannski bara af hverju er natríum minna heldur en ál eða natríum minna heldur en magnesíum innan sömu lotu. Það þá þessi hérna skýring og síðan það að ál skuli vera með lægra heldur en magnesíum, það þá þessi hérna skýring, þessi hérna undantekning. Svona. Þetta flott og þá kannski búið að rifja upp í leiðinni þá allt sem að tengist þessari fyrstu jónunarorku í lotukerfinu. Nú, síðan kemur þá dæmi 5. Hérna erum við komin yfir í kafla 8 að teikna Lewis-byggingar. Og þarna dæmi 3, það var nú heldur óþarflega erfitt. Við hefðum mátt gera það aðeins auðveldara. Byrjaði að taka þetta hérna út. Og hérna erum við bara með Lewis-myndir. Og var það eitthvað meira. Og það tekið fram að miðjuatómin séu undirstrikuð. Þannig að hérna erum við með 2 sem eru bara svona mjög þægileg. Og F2. Þetta sko að vera nógu lengi hér. Og síðan vorum við með FNO, þar sem N undirstrikað. Og síðan kemur hérna þetta sem var eðlilega ekkert að slá sérstaklega í gegn. Þar sem að við vorum í rauninni með þess að það er bara eitt vetnisatóm sem tengist kolefni en hitt vetnisatóm sem tengist súrefni. Þannig að það var svona ekki alveg hægt að kannski ætlast til þess að fólk rúllaði því upp. Hérna eru þá í svo Lewis-myndu, þá förum við alltaf í það að finna gildisarafirnar. 6 + 2 = 7 eru 20. Miðjuatómið og síðan tengjum við inn á. Hérna erum við þetta búin að eyða þá 4 í tengi. Og síðan uppfyllum við afturreglunni, ég ætla þá að gera bara þessi strik núna. Að hérna eru þá komnar 6 + 6 eða 12 rafeindir í viðbót sem fari það að uppfylla afturregluna. Þá náttúrulega bara eru 2 rafeindir í hverju striki hér. Og þá eru eftir 4 rafeindir og þær fara á miðjuatómið. Þannig að það er hægt að teikna þetta svona eða þá eins og ég er kannski vanar að gera með þessum punktum. En það er það verður nú viðurkennt að það er tímasparandi að teikna þetta með strikunum. Og myndi þá afturreglan vera uppfyllt fyrir öll atómin og það þarf ekki að gera neitt frekar.
Síðan erum við hérna með flúor, nitur og súrefni, sem sagt 7 + 5 + 6, sem gefur hvað 18 rafeindir. Og hérna tekið fram, og þetta bara eins og það skrifað, nitur í miðjunni. Og síðan uppfyllir maður hérna átturegluna fyrir þessi atóm. Hérna maður komin með 16, sem sagt 8 + 8. Þannig að það eru 2 rafeindir eftir sem fara á miðjuatómið. Og hérna áttureglan uppfyllt fyrir öll atómin. Þannig að hérna sem sagt ekki tengið með því að fara að búa til eitthvað tvítengi eða slíkt. Þetta lítur bara út svona. Eða með þessari hérna. Svona. Sem sagt alveg það sama hér. Þessi hérna hins vegar, hérna vorum við með 2 rafeindir fyrir vetni sem sagt, það svona 2 sinnum 1 þannig séð, +4 + 2 sinnum 6, 12, 16, þannig hérna eru 18 rafeindir. Og hérna rétta myndin sem sagt að það vetni. Þetta í rauninni svona. Og þetta fullátt gengið að ætlast til þess að fólk hérna átti sig á því að annað vetni, þegar talaði þetta sem miðjuatóm, að súrefni hérna sé í rauninni hálfgert miðjuatóm líka. Þannig að það voru náttúrulega flestir sem lögðu eðlilega upp með það að þetta væri svona. Og þá var náttúrulega hægara setning gert að láta þetta ganga upp. En það voru held ég 2 í bekknum sem að gerðu það þannig að þeir hérna voru sem sagt, þá maður með þetta að sjá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Í rauninni þá maður með þetta einhvern veginn svona þegar að því að þið eru bara með 18 rafeindir og þá ekki búið að fylla upp hérna áttureglunar hér. En áttureglan uppfyllt alls þar annars staðar, að það voru þarna minnir að það hafi verið 2 í bekknum sem ég var að kenna sem að gerðu bara tengi hérna á milli. Og ég meina, þarna áttureglan uppfyllt fyrir allt. Þannig að þetta var náttúrulega sannarlega gefið rétt fyrir þetta. En rétta myndin af þessari sameind þá þessi hér. Þar sem að við vorum byrjum með þetta hér, svona. Hérna eru sem sagt komnir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en ekki uppfyllt hins vegar áttureglan fyrir kolefni. Og þá fóru 2 rafeindir hér af og gerðu tvítengi. Þannig að þetta rétta myndin. En það hefði þurft að segja sem sagt að það væri 1 OH-hópur. Þá hefði þetta gengið miklu betur. En ég lofa ykkur því að það kemur ekki svona, það verður þá meiri skýringu með. En þetta hérna... Já. Í miðjudæminu sem eru með FNO, já. Þau eru ekki að breyta sig yfir í tvítengi, af því að eru ekki bara með 6 á neturinu. Jú, þú segir nokkuð. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Það alveg rétt. Ég var alveg hörð á því að við værum með þetta hérna. Og eru þá með 2 mismunandi myndir sem þá sitt hvora megin, eða það ekki? Því miður, sko, það hins vegar getum við ekki gert. Það eins gott að ég ekki hérna bara ein og þið ekki fylgjast með mér. Það getum við ekki gert af því að ólíkt hérna klór, þarna í þessu prófi sem þið voru gerðuð, eða hérna, jú, það var próf. Þar sem að þið voru sem sagt með að gera hérna tvítengi fyrir klór, að flúor eitt af þessum atómum sem getur ekki mynda fleiri heldur en bara 1 tengi. Þannig að þetta sagt að flúor og vetni
að þau mynda bara hérna eitt tengi. Þannig að hérna, já, einmitt. Það er gaman að fylgjast með kennaranum hérna. Það er eins gott að þið eruð hérna sem sagt að fylgjast með. Og ég er ekki að gera tilraun á ykkur. Ég bara greinilega alveg hérna geri þessar vitleyslur. Þannig að jú, það er tvítengi hér þannig að þá erum við búin að uppfylla átturegluna fyrir M og O. Ég var alveg með það að hreina að við værum að átta þetta alls þær í kring. Síðan erum við með svona dæmi sem við erum búin að gera nokkur af, að vera með 3 atóm í röð og eru það að finna formlega hleðslu. Og þau eru einhvern veginn alltaf eins, þessi dæmi, að þið eru með 2 tvítengi eða 1 þrítengi og 1 eintengi og sem sagt víxli þeim á milli. Og svo skiptir máli hérna hver er stöðugasta sameindin. Skil þetta hérna eftir í smástund. Hver er stöðugasta sameindin? Þetta er dæmi 6. Og þá var það þetta tvennt, sem sagt, frávik frá formlegu hleðslunni 0, eftir því þess að það er minna því stöðugra er sem sagt þessi Lewis-mynd, eða Walk-myndin, og síðan að mínushleðsla væri á rafdrægara atóminu, ef maður getur valið þar á milli. Hérna erum við með N, CS, og þetta er mínus, og það á að gera 3 myndir, formlega hleðslu og athuga hvað er þá stöðugast. Hérna erum við með 5 plus 4 plus 6 og síðan út af mínusnum hérna plus 1. Þannig hérna erum við með 16 rafeindir og hérna myndum við þá vera með N, C, S, mínus, N, C, S mínus. Og nú má þetta bara fara hér líka. Þannig að munið eftir að vera með þennan hornklofa utan Lewis-myndirnar. Og þá var það þannig sem að við erum með, ef við gerum þetta fyrst, þá gerum við hérna N, C, S og svo er uppfyllt áttureglan hérna. Þá erum við hérna komin það ekki með 8 plus 8 eða 16. En kolefni verður auðvitað að hafa 8 rafeindir, þannig að það eru 4 tengi sem verða að vera í kringum kolefnisatómið. Sem að maður gæti sagt að svona einfaldast væri að segja að það færi ein rafeindapar af N og rafeindapar af S og mynduðu 2 tengi. Þannig að það væri þá fyrsta myndin og þá stæðu eftir hérna svona 2 rafeindapör. Og síðan var það þá, ef það væri eintengi hér og þrítengi hér, þá værum við með eitthvað sem líti út svona, þar sem við hefðum þá tekið báðar 2 pör hérðan og sett í þrítengi en ekkert hérðan. Og síðan var það þá seinni myndin þar sem við erum með þrítengi hér, eintengi og hérna væri þá hérna 3 rafeindir. Og formlega hleðsla var þá alltaf fundin út frá því að þið eru með gildisrafeindir, mínus þessar svo kölluðu fylgirafeindir og formlega hleðsla. Hérna myndum við að segja, ok, 5 gildisrafeindir, 4 og 6. Það er náttúrulega bara alltaf beint úr lotukerfinu. 5, 4 og 6 og síðan fór maður að telja þá hérna rafeindirnar sem eru þá í svona rafeindapörum og önnur rafeindin í hverju tengi. Þannig að hérna væri það 6 rafeindir, hérna væri það 4 fyrir kolefni og 1, 2, 3, 4, 5, 6 fyrir brennistein. Þannig að þetta hérna væri mínus 1, 0, 0.
Hérna væri það hérna er það -7. Bólefni alltaf með -4 í þessu, 1, 2, 3, 4, 5 og hérna -5. En þetta er það -2, 0, +1. Já, og eins og ég segi þá verður sem sagt summan að passa, þannig að summa formúluhleðslana jöfn hleðslunni á Lewis-myndinni. Þannig myndi það líka vera. Og svo hérna er það þá -5, -4 og -7. Þannig hérna er það 0, 0, -1 og summan hérna -1. Þannig að hérna, við getum sagt þegar spurt stöðugasta myndinu, við getum allavega sagt að þessi hérna er óstöðugust. Sem þýðir það að þegar þessi sameind, þessar Hawke-myndir eru sem sagt í rauninni bara 3 Lewis-myndir sem eru sem sagt að stökkva hver á milli annarra með því að þessi tengi að færast til, að það getur sagt að það er sjaldnast sem að sameindin myndi vera á þessu formi. Og það er af því að þetta er mest frávik hérna frá formlega hleðslan er óstöðugust hér. Mest frávik í formlegri hleðslu. Og þá erum við alltaf að tala frávikið frá 0. Og þá erum við eftir með 2 myndir þar sem við erum með 0, 0 og síðan -1. Og þá fer maður velur á milli á hvaða atómi er -1. Hérna er -1 á brennisteini, hérna er -1 á nitri og þá er það rafdrægara atómið sem að ber betur mínushleðsluna. Þannig að hérna myndum við að fá segja að nitur hefur rafdrægnina 3,0 og þetta eru bara með töflu. Brennisteinn hefur rafdrægnina 2,5. Það er bara rafdrægni úr töflu. Og þar að leiðir er að þetta ber betur mínushleðslu. Sem þýðir það að þetta hérna væri þá stöðugasta myndin. Svona. Já, bíddu nú við. Það er eftir 6 mínútur, þannig að við náum nú þetta dæmi hérna er alveg svo var á prófinu ykkar. Það sem við verðum að tala grindarorku. Og þegar þið fáið grindarorkudæmi, sjá. Þetta er dæmi 7. Grindarorka. Þá er ágætt því að þið eruð að skýra út af hverju ein grindarorka er hærri heldur en önnur. Er að þessi jafna sem er gefin á jöfnublaðinu, þið eruð hérna með margfeldi af hleðslum fyrir ofanstrik en fjarlægð á milli jóna fyrir neðanstrik. Þannig að eftir því sem að þetta hérna er stærra, þá þýðir það sem sagt stærra þýðir minni grindarorka. Og hérna getum við sagt að stærra tölugildi. Ef við skoðum hérna Q1 og Q2 og tölugildið hérna í kringu það, og þetta eru þetta bara margfeldi hleðslna, það er sem sagt þýðir hærri grindarorka. Og það er ágætt að það er með jöfnuna, það er náttúrulega eftir því sem að þetta gildi vex, þá er náttúrulega stærri tala fyrir neðanstrik, þannig að grindarorkan er þá að minnka. En eftir því sem að það sem er fyrir ofanstrik verður stærra, því að þetta verður grindarorkan stærri. Og þá er svona klassískt að hérna að í öðru dæminu sé verið að reyna á stærð.
þar sem að jónirnar eru allar með sömu hleðslu. Þannig að hérna eini munurinn að hérna eru þau með F en hérna eru þau með klór. Og síðan að það komi mismunandi hleðslur líka til hérna. Þannig að hérna myndum við vera með kalsíumoxíð og ár, nítríð. Já, nítríð. Og hérna skiptir það máli, svona kannski fljótlega hérna, að hérna eru við með jónirnar 2 pluss og 2 mínus. Hérna eru við með jónirnar ár 3 pluss og nitur 3 mínus. Þannig að hérna myndum við bara vera með það að tölugildi hérna pluss 3 sinnum mínus 3 gefur 9. Meðan tölugildi hérna þá pluss 2 sinnum mínus 2 sem þá sama sem 4. Að það þá hærri greindarorka hér. Þar sem það sem hleðsla hærri og það svona gott að vera með þessa jöfnu og benda á þetta. Og eftir sem hleðslan hærri, þá eru sterkari samdráttarkraftar á milli þessara jóna. Hleðslan hærri og því sterkari kraftar milli jóna. Og í þessu tilfelli þá erum við auðvitað bara með að við erum með 2 pluss fyrir magnesium og 1 mínus fyrir klór og flúor. Þannig að hérna það bara stærðin sem skiptir máli. Að flúoratóm minna heldur en klóratóm. Og þá erum við að tala stærð. Og þá erum við komin í þetta D. Að fjarlægðin milli magnesium og flúor minni. Og það þýðir að það eru þá sterkari greindarorka. Þú segir þess bara minna D eða eitthvað slíkt. Það þá það sem inni í jöfnunni. Og það eru þá bara meiri aðdráttarkraftar og og sjá, þetta má fara. Sterkari aðdráttarkraftar. Sem að þýðir hærri greindarorka. Þetta svona eitt af þessum dæmum sem að það ekki nóg að segja bara að þetta hafi meiri greindarorku þetta heldur þarf að útskýra af hverju í þessum tilfelli. Nú, jæja, tíminn búinn og ég á eftir í rauninni bara eftir 8 dæmi 8 og 9. Að því 10 og 11 var eitthvað sem við fórum ekki í. Og síðan hluta krossaspurningum. Þannig að þið ráðið því hvort að við erum kannski bara hreinlega verðum með tíma í verklega tímanum, til dæmis á miðvikudaginn, sem auðvitað ekki kennsludagur. Vilja ég eitthvað miða við það eða ég taki þetta upp á YouTube? Viljið þið kannski bara tjá okkur það við mig bara síðar? En ég ætla að taka snöggva hér og upptökunni.